áðan, góður og verið velkomin í fréttaumræðu þáttinn 21 á þriðjudegi. Ritstjórnir verða hér á sínum stað, Svavar Gestsson og Þorsteinn Pálsson ætla að rífast krónuna eins og enginn sé morgundagurinn. Minningarsjóður Einars Darra fær sitt pláss. Systur hans koma og ræða fíkni dauða ungmenna og þá miklu vá sem steðjar að unga fólkinu í dag í þeim efnum. Og svo ætla Logi Sigursveinsson að setjast hjá mér og ræða verðlaunamyndina, stuttmyndina sem hann var að setja í fyrsta sæti á Northern Wave hátíðinni á Rifi, fjallar mann sem hrapar í fallífinni sinni og fær bangsann sinn til að hjálpa sér heim. Sitthvað fréttirnar, að sjálfsögðu það flugfélagstíðindin sem eru efst á baugi og fyrirsagnina með ýmsu hætti, brotlendingu og afsýst segir Fréttablaðið og Morgunblaðið sem setur þetta með mjög skýrum hætti hér á forsíðunni sinni muninn á flugfélagunum, uppstokkun á markaði og vinnurinn í fyrirsagnakeppnina sameining betri en dauði. Svona getur menn orðað að stundum og þetta á kannski vel við í þessum efnum. Alltaf gaman að Kára Stefánssoni, hann fer mikinn í Fréttablaðinu í dag og húðskammast Svandísi Svavarsdóttur fyrir hroka í garð áfengismeðferðar á Íslandi og það er alltaf gaman að lesa Kára, hann skrifar íslensku. Svo það hér athyglisverð frétt líka í Fréttablaðinu á blaðsíðu 2 sem ég hnautum í morgun en það er talað megna ólíkt frá skolpi sem stendur í pollum í Skaftafelli. Það er eiginlega orðið uppselt þar, sakir ágengis ferðamanna og skolpi frá þeim safnast fyrir í pollum, takk fyrir og óþefurinn er eftir því. Svo líka mogginn með mjög athyglisverða samantekt á útlendingum sem að koma hingað til vinnu á Íslandi, straumurinn heldur áfram. Útlendingar koma hingað til landsins og þúsundum skiptir en Íslendingum hins vegar er heldur að fækka, þeir eru ennþá að fara utan í ríkari mæli en þeir koma heim. Þannig að eftir situr reikningurinn að það eru útlendingar sem koma hér í ríkari mæli heldur en Íslendingar sem skila sig heim. Þetta er staðan á Íslandi í dag og svo er það athyglisverð frétt líka framar í mogganum að rigningarmetið á þessu ári rigningarmetið frá 1921 gæti verið að falla. Þetta gæti verið mesta rigningar ár í Reykjavík á einni öld. En förum að skipta þess næst yfir í ritstjórnuna. Þá sest ég niður með ritstjórnum að þessu sinni sem eru Þorsteinn Pálsson og Svavar Gestsson, fyrrverandi ráðherrar, blaðamenn og sjálfsögðu ritstjórar frá fyrir tíð. Byrjum aðeins á flugfélagsmálinu. Þorsteinn Pálsson, kemur þetta þér á óvart? Þetta er að sumu leyti sagan endurtaka sig. Já, ég hefði nú kannski frekar átt von á því að það yrði sameining við eitthvað erlent flugfélag og kannski hefði það nú verið heppilegra. En í sjálfum sér kemur ekki á óvart að það skuli eitthvað af þessu tagi gerast. Og sjálfsagt gott fyrir fyrirtækið í heild og kannski þjóðarbúið en slæmt fyrir neytendur. Það er auðvitað niðurstaðan. En verður þetta slæmt fyrir neytendur? Er þokkaleg samkeppni á markaðnum eða sýnist þér hún muni minnka? Já, mér sýnist, auðvitað minnkar hún þetta eina félag kannski sko, en ég gerði það bara ganni mínu í morgun að ég gáði að flugferðum, möguleikum ódýrum flugferðum á dohop.com til nokkra borga og ég sé ekki betur en það sé alveg sko að það hrannist upp tilboðunum leiðum að gáðir. Þannig og einhvers staðar heyrði ég að þetta væri milli 25 og 30 félög sem væri að keppa þennan markað. Þannig að ég hef enga trú á því að verðið hækkin en ósköp. Ég held að það geti ekki gerst og það er búið að segja það núna í marga mánuði er það ekki að verðið á flugfargjöldum hjá WOW hafi verið alltaf lágt. Og þess vegna hlaut þetta enda. Verðið mun náttúrulega hækka á tveimur ástæðum, annars vegar vegna þess að kostnaðurinn hefur aukist og það á við almennt í flugrekstri, sérstaklega vegna olíukostnaðar og það mun og hefði hækkað af þeim sökum en hitt er auðvitað að samkeppni heldur niður verðið og þetta nýja félag ræður auðvitað flugferðum milli Íslands og annarra landa og það getur ekkert farið öðruvísi en í öðrum tilvikum þar sem samkeppni dvínar, ég ætla ekki að segja hverfi, en hún mun dvína og það getur ekki leitt til annars en að verð á flugmiðum hækki líka vegna
vegna minni samkeppni. Men verður náttúrulega að horfast í augu við þann kostnað sem að ræða og verð á olíu hefur þrefaldast á tiltölulega mjög stundum tíma. Þannig að það í sjálfu sér þannig að þetta lága verð sem hefur verið í boði hefur að einhverju leyti verið falskt. Þess að það hefur ekki stuðst við veruleikann eins og hann er. Þetta ekki annað flugfélagi sem í raun og veru leggur niður starfsemi? Hvað er þitt? Primera ekki? Og þar áður fyrir nokkrum mánuðum var það Air Berlin. Þannig að þetta er greinilega að gerast heilmikið í þessum brann. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig Samkeppnisstofnun rökstuðja sína niðurstöðu þegar að því kemur. Það mjög spennandi. En þá að öðru, krónuhagkerfið alltaf svolítið sérstakt í þessu blessaða landi. Nú er farið að auglýsa vörur á gamla genginu. Þetta eilíðarsaga, Þorsteinn. Þið kannast við þetta báðir frá ykkar pólitísku tíð að náttúrulega gengisfellingar á ykkar fyrir tíð sem þingmenn og ráðherrar en sko þetta eru óbóðslega sveiflur sem einkenna þetta hagkerfi, bitnar á flugfélögum, atvinnulífi og heimilum í landinu og nú sér maður svona inn í þennan vetur að krónan mun sennilega haga sér með ýmsum þeim hætti sem gagnast ekki heimilum í landinu. Já, þetta er auðvitað svona kjarnaatriði í íslenskri hagstjórn og þegar að fyrir 5 árum síðan þá sameinuðust Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambandið í kröfu á ríkisstjórnina viðræður gjaldmiðilsmálin til þess að tryggja verðgildi þess sem var samið og þáverandi ríkisstjórn hafnaði öllum slíkum viðræðum og sagði krónan er ekki vandamál, eina sem skiptir máli er að það séu réttir menn sem stjórna sem kunna það. Og nú hafa þeir setið í 5 ár samfleytt og krónan hefur flogið upp í hæstu hæðir og svo er hún núna látin hrynja í aðdraganda kjarasamninga. Það verið að flytja með öðrum orðum milljarða króna frá launafólki yfir til atvinnufyrirtækjanna í byrjun samninga. Ég held að þetta sé svona skýrasti dómurinn það að þetta fyrirheit sem var gefið fyrir 5 árum, að það eina sem skipti máli væri að þeir sætu við ríkisstjórnarborðið sem kynnu að stjórna krónunni, að það gekk ekki upp, ekki vegna þess að þeir séu lélegir stjórnendur, alls ekki, heldur vegna þess að þetta er einfaldlega ekki hægt. Stjórnvöld hafa bara ekki þau áhrif og ég held að það sé mikið áhyggjuefni núna og kannski eitt mest áhyggjuefnið að því að menn eru að tala endurnýjun kjarasamninga, að það er enginn að tala það að tryggja verðgildi þeirra peninga sem á að semja. Fyrir 5 árum og í 30-40 ár þá hefur verið samstaða það á milli verkalýðsfélaganna og atvinnurekenda að reyna að knýja á stöðuleika og það hefur tekist á ákveðnum tímabilum. En núna virðist ekki vera áhuga á þessu. Nýr forseti Alþýðusambandis segir að það sé einfaldlega ekki á dagskrá. Þannig að áhyggjurnar af því að tryggja verðgildi peningana er ekki lengur umræðuefni og ég held að það sé svona ástæða til að hafa nokkrar áhyggjur af. Ertu sammála, Svavar, að krónan leiki heimilin í landinu grátt? Já, það má segja það sko. Ég hins vegar alveg ósammála því sem Þorsteinn leggur hér upp með að Alþýðusambandi sé eitthvað á móti því að hafa stöðugt verðlag og öryggi í efnahagsmálum. Það er langt frá því og þó að það hefur ekki verið gerð eitthvað samþykkt það á þingi Alþýðusambandsins að það eigi að taka upp evru, að þá sé það eitthvað að finna illa og forseti Alþýðusambandsins gerir grein fyrir því. En saga krónunnar segir sína sögu. Ég meina saga efnahagsmálanna segir þessa sögu og til þess að breyta því og fara yfir í evru eins og Þorsteinn vill endilega að þá verður náttúrulega að Ísland að gangi í Evrópusambandið og ég veit ekki til þess að það sé á döfinni. En Svavar, ef við værum að taka upp mynt í dag, myndum við taka upp krónuna? Já, við myndum taka upp einhverja mynd sem að myndi styðjast við þær forsendur sem eru í efnahagslífinu á Íslandi. Það þýðir ekkert annað en að horfast í augu við það að þetta litla hagkerfi er eins og það er og það ætlast til þess að Ísland beigi sitt efnahagslíf undir þær forsendur sem gilda á evrusvæðinu, það er að mínum mati bara algjörlega út í það. Og það sem að Þorsteinn og margir fleiri eru endalaust með að þá lækki vextir og húsnæðiskostnaður, þá verður stöðugt verðlag og guð veit hvað
það ef menn gangi í Evrópusambandið. Ég meina, það eru hlutir sem eru að nokkur leyti bara blekking. Ég held að við þurfum að horfast í augu við þann veruleika. Við erum með lítið efnahagskerfi og það er í raun og veru mjög flókið að stýra því þannig að krónan hreyfist ekki neitt. Og af hverju hreyfist krónan? Það er af því að hún lítur markaðslögmálum. Er Þorsteinn á móti markaðslögmálunum? Það er ekkert annað sem hreyfir krónuna. Altså, Þorsteinn orðaði hérna áðan þannig, já, krónan er látin falla. Meina, það er veruleikin sem að blasir við Seðlabankanum á hverjum degi að krónan lækkar eða hækkar af því að markaðslögmálin segja það. Ég orðaði þetta nú ásettur á því svona vegna þess að þeir sem eru að verja krónuna segja styrkurinn í því að hafa krónu er sá að við getum hreyft hana til eftir þörfum efnahagslífsins. Og þess vegna er eðlilegt að þeir sem beita þeim rökum standi frammi fyrir því að þetta sé afleiðing af þeirra gjörðum. Að hún sé hagstjórnartæki. En vand, og það er nefnilega ástæða til þess að snúa þessu algjörlega við. Að mér finnst ekki vera ástæða til þess að beygja íslenska launþega og stóran hluta af fyrirtækjum undir það að starfa í mynt sem þjónar ekki þeirra hagsmunum. Ríkissjóður, hann lætur stærsta atvinnufyrirtæki sitt starfa fyrir utan krónuhagkerfið. Ríkið leyfir öllum stærstu fyrirtækjum landsins að starfa fyrir utan krónuhagkerfið. Af hverju? Af því að þjónar betur hagsmunum þessara aðila að vera fyrir utan krónuhagkerfið. Og í þessu er líka fólkið svo mikið óréttlæti. Verkakona eða verkamaður sem vinnur hjá útgerðarfyrirtæki og ætlar að fá fjárfestingarlán til að kaupa íbúð þarf að borga ofurvexti. En ef fyrirtækið sjálft ætlar að fjárfesta í nýju atvinnuhúsnæði, þá er það fyrir utan krónuhagkerfið og fær vexti á allt öðrum grunni. Í þessu er fólgin meiri efnahagsleg mismunun en þekkið á fjármálamarkaði en þekkist annar staðar. Og ég bara tel að það sé nauðsynlegt að vinna og eyða þessum órétti. En það er líka þannig að það hefur verið stöðugleiki í verðlagi á undanförnum árum fyrst og fremst vegna þess að við höfum verið að flytja inn verðhjöðnum. En það hefur verið óðaverðbólga á útflutningslið hagkerfisins. Og það er þetta misvægi í hagkerfinu sem svona lítil mynt veldur sem við þurfum að uppræta. Þeirri hugmynd hefur verið komið á framfæri að íslenskt launafólk eigi bara einfaldlega að fá borgað í erlendri mynt, stöðugri mynt sem myndi nýtja svona þeirra erlendu. En það leysir engan vanda. Krónan er ekki upphafið heldur endirinn í hagkerfinu. Já, við þurfum að borga íbúður okkar þrisvarsinnum meðan að Svíarnir einu hálfu. Krónan er endirinn í hagkerfinu og niðurstaða hagkerfisins en ekki upphafið. Og þetta að það þurfi endilega að breyta mynt til þess að ná stöðuleika, þá bara minni ég á það að við komum út úr einhverju svakalegasta verðbólgu tímabili sögunar þegar við gerðum þjóðarsáttina árið 1990. Við gerðum það ekki með því að breyta mynt. Það tókst samt að tryggja stöðuleika og þar á meðal lífskjör og í framhaldinu síðan batnandi kaupmátt. Þannig að sko, ég held að þessi ræðuhöld krónuna, það er auðvitað er það þannig að þegar verð hækkar að þá þýðir það lægri kaupmátt. Auðvitað er það þannig. En veruleikinn, hann er í raun og veru þessi, það er ekki pólitísk staða uppi til þess að Ísland gangi í Evrópusambandið vegna þess að það þýðir ekki bara betra kaup fyrir fólk. Því að það þýðir það ekki endilega. Það gæti til dæmis þýtt meira atvinnuleysi vegna þess að það væri verið að beygja íslenskt hagkerfi undir allt önnur lögmál en henta hér í þessu litla hagkerfi sem við erum hluti af. Gott og vel, það takast þérna á tvenns en aðeins þú nefndi þjóðarsáttina og nú erum við að fara inn í vetur þar sem að vel á annað 100 samningar verða lausir frá með áramótum og fram á útmánuðum
og það óttast margir að höfrungahlaupið fari af stað yfir allt atvinnusvið Íslendinga og krónan hagi sér þá með þeim hætti sem búast má við. Sko, þjóðarsáttinn á sínum tíma var gerð vegna þess að menn voru bara búin að fá nóg af því að stunda þetta höfrungahlaup. Erum við að fara í sama umhverfi núna? Það eru digurbarkalegar yfirlýsingar frá nýjum verkalýðsleiðtogum sem segjast vera róttækir og ætla sér að sækja fram gríðarlega háar launahækkanir. Burt sér kannski frá kaupmættunum. Já, ég veit það ekki. Við höfum ekki séð þessa kröfu. Við höfum séð kröfugerð, hún hefur verið birt að því varðar lægstu laun sem á ná upp að ákveðnu marki í áfengum, en við höfum ekki séð neina aðra kröfugerð og venjan sú að henni alltaf haldið leyndri, þannig að umræðan þessi mál líka mjög erfiða því að við fáum aldrei upplýsingar nema hluta af því sem verið að semja Þetta á ekki bara við almenna vinnumarkað, þetta á líka við samninga hjá ríkinu. En ég svo sem ekkert maður, ég held að sé mjög erfitt að dæma það, ég ekkert ofurhræddur við almenna vinnumarkaðinn. Ég las í grein í Kjarnanum eftir Þorstein Vilhjálmsson prófessor að kröfugerð verkalýðsfélaganna væri öðruvísi núna, hún væri bara lægstu launin og það stæði ekki til að fara fram með kröfur upp allan stigann. Ef það rétt, þá svo sem engin sérstök hætta á ferðum varðandi vinnumarkaðinn sjálfan. Það ekki nema að samningarnir varðandi meiri hluta launþega fari í einhvern annar farveg eins og bara hefur verið. En ef þetta rétt, þá ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur. Ég hef eiginlega meiri áhyggjur af því ef samningarnir leiða til þess að það verða lausatök í ríkisfjármálum. Því að þjóðhagslega kemur það alveg út á eitt, hvort það eru lausatök í launaákvörðunum eða lausatök í fjármálum ríkisins. Afleiðingin af hvoru tveggja sú sama. Og þannig að ég hef meiri áhyggjur af því að það verði slæmar efnahagslegar afleiðingar af ákvörðunum ríkisins sem verða teknar í tengslum við kjarasamningana. Svavar, sko, það virðist vera innistæða fyrir þessum kröfum og þessari róttækni vegna þess að það eru margir út í samfélaginu sem eru orðnir langþreyttir á lágum kjörum. Húsaleigan síhækkandi kemur það vissulega mjög sterk inn og háir vextir af húsnæðislánum. Og Styrmir Gunnarsson sem stundur situr hér með okkur segir hér í Morgunum helgina að við búum í samfélagi sem að sundrast vegna þessa meðal annars. Hann tala nú ógeðfellt samfélag á sinni tíð, sakir ójafnaðar í landinu. Ríkið fór fram með sínum hætti og hefur hækkað laun alþingismanna og kjararáð hefur leitt til þess að laun margra toppa í samfélaginu hafa farið fram úr væntingu þeirra sem minna hafa. Það ákveðið ástand í þessu blessaða landi okkar sem kallar á svona digurbarkalegar yfirlýsingar eins og verið hafa. Já, ég meina það margt til í því en ég kalla þetta nú ekki digurbarkalegt og í raun og veru þá eru þessar áherslur sem birtast til dæmis frá Eflingu og formanni VR og svona, þetta kunnulegt og þetta vegna þess að við búum í stéttaþjóðfélagi og hér eru átök það sem til skiptana á hverjum tíma og það ekkert óeðlilegt við það. En ríki og stjórnmálamenn hafa ekki hjálpað til í þessum efnum. Ég meina það má líka margt segja eins og til dæmis það að ríkið náttúrulega búið að leggja niður kjararáðið og ríkið ákvaðið að forsætisnefnd Alþingis að lækka kaup alþingismannum 150.000 kall á mánuði, skilurðu, þannig að menn hafa svo sem brugðist við, en auðvitað reið út af þessu líka og það þarf að ná utan það. Þannig að ég alveg sammála Þorsteini það að það engin ástæða til þess núna á þessu stigi að vera með eitthvað svartagatsraus að allt hér fari svo að segja til andskotans. En auðvitað það líka þannig að ríkið verður að koma til skjalana og það kannski það sem Þorsteinn á móti, að ríkið komi þarna
myndarlega til skjalana og leggja eitthvað fram í þessu púki, þá ég að hugsa aldraða og öryrkja, ég að hugsa húsnæðismálin alveg sérstaklega og ég bendi á það að þegar að forseti Alþýðusambandsins að þegar hún spurð áherslur í þessum efnum að þá leggur hún alveg höfuð áherslu á húsnæðismálin og ég held að þar sé í raun og verulegt skref sem þarf að stíga og ná samstöðum en ég meina það þarf ekkert að þýða neina efnahagslega kollsteypu út af fyrir sig. Þannig ég ætla bara að segja að það að vera fyrirfram að tala skilurðu höfrungahlaup og allt fari hér í vitleysu eins og Styrmir með þarna og svona heimsendarspár, ég held að það sé óþarfi því að meina það sem að þau að segja, bæði Sólveig Anna og Ragnar og síðan Drífa, þetta raun og veru kunnuglegar áherslur miðað við þá stöðu sem upp í þjóðfélaginu. En það ofboðsleg krafa Þorsteinn á ríki að bregðast við í skattalegu tilliti, húsnæðismálum og það verið að tala ofsalega stóran, þykkan pakka frá stjórnvöldum til þess að leysa málefni vinnumarkaðins. Já, ég ætla bara að taka boltan frá Svavari. Það ekki vegna þess að ég sé andvígur því að ríkið komi með einum öðrum hætti inn í kjarasamninga eða bæti úr brýnni þörf á ákveðnum sviðum í félagsmálum og þá alveg sérstaklega húsnæðismálum sem að mínum mati hafa verið vanrækt langan tíma. Það sem ég hef áhyggjur af að ef menn gera það með þeim hætti að það sýnir fram á lausatöku í ríkisfjármálunum og útgjöldin verði ekki fjármögnuð og það hættan sem finnst að við stöndum frammi fyrir. Gúmmíteppin vefað. En ef þau eru á fullu fjármögnuð þá ekki mikil hætta á ferðum. En og menn þurfa að fara mjög vel í þessu. Persónulega hef ég gert mistök sem fjármálaráðherra að í samningunum 1986 þá vorum við í viðræðum við verkalýðshreyfinguna og í samstarfi við hana gerðum einhverja mestu breytingar á skattalögum sem hafa verið gerðar og mjög miklar skattalækkanir og eftir á hyggja þá held ég að ég hafi verið gefið of mikið eftir þannig að þegar að upp var staðið að þá leiddu þessar miklu skattalækkanir til þess að það myndaðist spenna í hagkerfinu og þensla sem ég mann og Svavar gagnrýndi mig fyrir það segir það var ekki rangt að fara í þessar viðræður, það var ekki rangt að fara í skattabreytingar en það voru mistök að minni hálfu að gefa of mikið eftir og hafandi sjálfur gengið í gegnum það og átta mig á því þá finnst mér að ég verði að nota þá reynslu til að aðvara aðra því að það getur gerst aftur. En ekki mjög líklegt að þessi ríkisstjórn með Katrínu Jakobsdóttur í forystu neyðist til að gefa of eftir? Pólitískt séð. Ég held að Katrín bara mjög ábyrgur stjórnmálamaður. Þannig ég hef ekki satt að segja miklar áhyggjur á því. Auðvitað hlýtur hún að reyna að vega hlutir á meta og auðvitað verður að koma í veg fyrir það að ríkissjóður lendi í einhverjum vanda og það náttúrulega ábyrgðar hluti að halda utan þau mál. En pólitískt séð það mjög lífsnauðsynlegt fyrir hana að koma til móts við aldraða, öryrkja og það sem lægsta var laun. Ég bara bendi á það að reynslan sú að við vinstrimenn þegar við höfum verið aðilar í ríkisstjórnum við höfum ekki farið illa með almannafé og ég held að sé alveg ástæðulaust að óttast það sérstaklega að þér varðar Katrínu Jakobsdóttur sem forsætisráðherra eins og kunnugt í þessari stjórn. En þessi almennu varnaðarorð Þorsteins þau eiga heima hér við þetta borð núna, það alveg hárrétt. Þorsteinn, ríkisstjórnin, hvernig sýnist henni líða? Margir tala pólitískan ómöguleika en stjórnin ennþá að? Já, ég held henni líði vel, mér sýnist það, ég sé ekki annað. Ég held að ég sé ekkert sem geti gert það að verkum að hún myndi fara frá eða með einhverjum hætti. Þetta svona kyrrstöðustjórn, þessi stjórn mynduð til þess að standa vörð óbreytt ástand og það alltaf tiltölulega auðveldara að gera það. Þannig að ólíkir flokkar sem mynda stjórn á þeim forsendum, þeir eiga tiltölulega auðvelt með að vinna saman.
En það getur samt myndast spenna. Nú hefur svo mikla breyting gerst að fylgið hefur hrunið af Vinstri grænum og Samfylkingin orðin forystuaflið á vinstri vagnum og ég veit ekki hvort að það muni valda spennu, ég held ekki, en málefnalega þá hefur þetta sko fram að þessu verið ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins. VG hefur ekki sett neitt mark á þessa ríkisstjórn. Ja, til og með heilbrigðismálin þó. Og loftslagsmálin. Ekki ennþá. Þá hefur bæði menntamálin og heilbrigðismálin það verið að pakka því inn í silkipappír til 2030 eitthvað svoleiðis. Finnst þér að silkipappír hjá það? Ég held að það muni verða breytingar á þessu og þar komum við aftur að kjaramálunum. Ég held að VG og kannski fyrst og fremst forsætisráðherrann sem ég tek undir að ég held að hún stýri þessu af nokkurri kænsku. Hún muni notfæra sér þær aðstæður til þess að knýja fram útgjaldaaukningu á ýmsum sviðum velferðarmála og félagsmála sem hún hefði ekki náð fram í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn nema undir þeim þrýstingi sem kjarasamningar eru. Og vandinn bara, og þá held ég að þetta getur orðið vetur sko þar sem VG var raunverulega setti mark sitt á stjórnarstefnuna og blaðið snúist algjörlega við. Þetta verði ríkisstjórn VG en ekki Sjálfstæðisflokksins. En hættan sem sagt í þessu svo að Sjálfstæðisflokkurinn samþykki útgjöldin en verði á móti tekjuöflunni og það myndist lausatök eða verði lausatök í ríkisfjármálum. Það svona hættan. Ég tel bara að þetta sé fjarstæðu tal það að þessi ríkisstjórn sé ekki að gera neitt og ekki að breyta neinu. Ég bara minni á til dæmis á heilbrigðismálin og á loftslagsmálin sem svo dæmi séu tekin. Þannig að veruleikin náttúrulega sá að þessi stjórn, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur og það spurning hversu lengi Sjálfstæðisflokkurinn sætti sig við það. Þar höfum við það. Svavar Gestsson, Þorsteinn Pálsson, bestu þakkir fyrir komuna. Við förum hér yfir í aðra sálma. Minningarsjóður Einars Darra verður til umræðu með systrum hans sem setjast þetta með Lindu Blöndal eftir andartak. Nú eru verslanir okkar fullar af fallegum gjöfum. Vertu velkominn. Dressmann, ávallt vel klæddur. Njóti jólana með fjölskyldu og vinum á veitingastaðnum Haust. Vinsæla ameríska jólahlaðborði snýr aftur. Bókaðu borð á haustrestaurant.is. Er nokkuð til sem ekki á sér kynferðislegar ástæður? Ég er ekki að grínast. Nefnum mér einn hlut sem ekki sprottinn af kynferðislegum ástæðum. Hafkalk vottuð íslensk náttúruafurð sem hjálpað hefur þúsundum Íslendinga að ná betri lýðheilsu. Hafkalk styrkir brjósk og bein. Vantar fyrirtækinu þínu tímabundna fjármögnun? Þá A-Factoring svarið. A-Factoring, Sundagörðum 2. Mango sneiðar. Frábært millimál án viðbætts sykurs. Háberg. Já, komið sæl aftur og næsta þessu minningarsjóður Einars Darra mörgum kunnur en honum halda úti fjölskylda Einars og þetta fjölskylda Einars Darra Óskarssonar sem lést á heimili sínu 25. maí síðastliðinn, ekki nema 18 ára gamall, eftir ofneyslu verkjalyfja, auk róandi lyfja. Í sumar var sjóðurinn stofnaður og margir fengu þessi armbönd gefins, ég á bara eitt líf og millumerkinu komið í umferð. Þetta til styrktar ungu fólki í fíkniefnavanda og forvarnarmyndbandið Ég á bara eitt líf fór víða netið. Og þar tjá sig meðal annars foreldrar Einars Darra og systkini.
Nú, þarna verið að fræða ungt fólk á fleiri myndböndum síðan hætturnar sem að fylgja því að nota róandi lyf og ávanabindandi lyf. Og systur Einars Darra eru hér, Anita Rún Óskarsdóttir og Andrea Ýr Arnarsdóttir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir. Sko, minningarsjóðurinn var stofnaður í sumar. Þeir eru búin að vera á fullu og eiginlega ekkert slegið slöku við. En hvernig gengur að halda þessu úti? Það gengur mjög vel. Það gengur vel tekið í þetta. Og við höldum það sé líka því að það eru margir sem gera sig grein fyrir hversu stórt vandamál þetta er. Og það eru margir sem eru að hjálpa okkur, við getum þetta aldrei ein. Nei. Alveg bara þvílík samstaða bara hjá þjóðinni, allri, myndi ég segja. Já, líka við gerum þetta í kærleika. Fólk finnur það frá okkur að þetta er með kærleika og þau vilja taka þátt í því. Þið einmitt sko haldið því mjög vel til haga að þið séu ekki sko í reiði út í kerfið. Þannig heldur í kærleika og við þurfum að gera þetta frá þeirri hlið. Já. Þetta er allt samfélagið sem þarf að taka sig á og berjast saman. Þetta er ekki bara hægt að skamma einhvern einn. Þetta er ekki einhverjum einum að kenna. Allt samfélagið þarf að gera þetta saman. Já. En þið eruð að safna pening náttúrulega til þess að styrkja þetta málefni. Já. Hvernig gengur að safna pening? Það gengur bara vel. Við erum að selja núna peysunar okkar, Einar Darra peysunar sem við erum í hérna. Það voru flottar auglýsingarnar voru teknar af mótilónum inn í herbygginu hans. Já, þetta var mjög tilfinningaþrungið og Ásta Kristjáns tók myndirnar. Og þessar peysur eru hannaðar af íslenskum fatahönnuði, Unnu Hlín Kristjánsdóttir hjá Duty. Þannig að þetta er svona eðalgæði og það gengur bara vel að safna pening. Við hefum líka fengið frjálsframlög og það eru margir sem vilja leggja málefninu í lið. Og við náttúrulega erum búin að vinna hörðum höndum að alls konar myndböndum og gefa arböndin og við erum líka með samstarfsverkefni sem við höfum verið að leggja peningi í sem við teljum að muni hjálpa til. Hvaða verkefni er það? Til dæmis hérna meðferðarstofnunin hjá Sigurþóru. Hún er með hérna minningarsjóð Bergsnæs. Þau eru að fara að koma með nýtt meðferðarsetur. Sem er móðir hans? Já. Og það er ætlað fyrir ungt fólk í vanda og svo líka Island Living með Atla og Óskari. Það er svona stuttmynd sem að varpa svolítið ljósa á vanlíðan hjá ungum drengjum. Þetta er mjög spennandi verkefni hjá þeim af því að við teljum þetta vera stærra heldur en bara misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum og fíkniefnum. Auðvitað er þetta miklu stærra sjálfsvígin, vanlíðan og okkur langar að halda þjóðfund unga fólksins. Það er líka eitt sem við erum að safna fyrir. Okkur langar að fá svör við því af hverju líður unga fólkinu okkur svona illa. Af hverju er verið að misnota þessi lyf og svona fíkniefni. Það er rótin. Já. Viljum fara í rótin. Já. Viljum fá svörun og það frá unga fólkinu. Við hefum alltaf haft það að markmiði að tala við unga fólkið. Allt sem við vitum höfum við heyrt frá unga fólkinu. Við vissum þetta ekki á því að lesa einhverja greinar eða rannsóknir. Við heyrum þetta frá unga fólkinu og svo eru hérna þeir sem eins og læknar og lögreglan, þau vita þetta líka og staðfesta þetta. Því þetta vandamál er svo stórt að við... Sko förum aðeins í þetta, hvað margir, það er verið að skoða núna hjá landlækni, dauðsföll, hve margra út af ofneyslu svona lyfja? Hvað er það orðnir margir sem eru komnir á þann lista? Það er nýkomið núna 42 talan og það er til rannsóknar hjá embætti landlæknis og það eru dauðsföll í tengslum við misnotkun á lyfseðilsskyldum lyfjum eða öðrum fíkniefnum. Það er svona kannski ekki alltaf beintengt en þetta er allt svona saman. En vitið hvað stór hluti af því er ungt fólk? Var það ekki helmingur? Já, meiri hluti, já. Það er helmingur, já. Já, þetta er rosalega há tala og það var samanborið voru 32 í fyrra. Þannig að við sjáum að aukningin er svakaleg og árið er ekki búið þannig að við sjáum að þetta er meira en 1 dauðsfall á viku. Meira en 1 á viku þá? Já. Miðað við þetta? Miðað við þessu 42. Já, og ef það er jákvæð niðurstaða út úr þessu hjá landlækni í öllum þessum tilfellum, ef þetta hafi verið orsökin þá er það svakalega há tala. Það er svakalega há tala. Já. Og samt var talan virkilega há í fyrra líka og það voru 30 eitranir, það var einungis lyfjaeitranir, það voru 30 dauðsföll. En núna til dæmis hefur lögreglan og Samgöngustofa verið að ræða þetta sérstaklega eins og fíkniakstur. Við þurfum líka að horfa kannski á það öll slysin sem verða vegna neyslunar, ekki bara eitrunin. Já, þetta er nefnilega svo stórt vandamál. Það þarf að horfa á þetta frá svo mörgum hliðum.
maður sér líka bara að súluritið á slysum fer bara hækkandi. Já, umferðarslysum út af eiturlyfjum eða sljóandi lyfjum, sem sagt. Þetta bara, og það ekki þá að það sé verið að stoppa oftar. Þetta eru slysin, þannig að það sýnir bara hversu margir eru í umferðinni á svona lyfjum eða eiturlyfjum. Já, einmitt. Rosaleg aukning. Sko, markmið baráttunnar ykkar sko, það ekki bara þetta, bara ekki prófa, ekki byrja að fikta? Já, það eru eins og þessi lyfseðilskyldu lyf, þau eru svo rosalega sterk og þau eru svo ávanabindandi að það eins og að þú þurfir bara nokkur skipti og þá ertu bara orðinn háður og þú þarft ekki nema 1 skipti og þá geturðu verið dáinn. Þú veist, þetta bara, sko, Fiktið að leiða til dauða núna. Þetta bara, þessi lína á milli þarna hefur bara aldrei verið jafn þunn. En sko, svo náttúrulega þetta lyf sem sumir þurfa, kannski tímabundið að nota, þannig að það voru kannski að hnykkja líka á því ekki satt að undir bara ströngu eftirliti. Já, algjörlega, já. Og það sem við sjáum hjá unga fólkinu að þetta ekki endilega þau séu að fá þetta uppskráð hjá lækni. Hvar fáðu þetta? Þetta keypt á svörtum markaði. Þetta svo óhugnalegt að sjá þessi upp og þetta Facebook-hópa að við fórum í gegnum símanans Einars eftir að hann dó og mann bara blöskraði. Það var bara SMS, þetta á tilboði, þetta var bara eins og nammibar. Já. Þetta var svo nammibar? Já. En gátu þið komast að því? Ég meina, hverju voru að selja þetta á svoleiðis? Reyndu þið eitthvað? Nei, hvað farið í svoleiðis eða? Ég held að það sé bara allt nafnlaust og ég held að það sé mjög erfitt að rekja hver það sem að selja þetta. Höfum við heyrt. Já. Það virðist vera eitthvað svoleiðis óreikjanlegt Telegram, þetta app, þannig. Já, þetta ótrúlegt. En síðan það, sko, þið eruð búin að setja saman nýtt myndband. Já. Sem mjög sláandi þar sem að þið tilengið myndbandið þeim sem hafa látið lífið vegna þessarar lyfjanotkunar og annarra fíkniefna svo sem líka. Þarna eru nöfn hve margra einstaklinga, 34 eða ekki? Já. Og þau eru bara talin upp? Já. Og hvað nær þetta langt aftur? Þetta hvað 2007 eða ekki? Jú, ég held að sé eitthvað þannig. Já, þetta bara rosa margir að maður bara nærið að halda utan þetta. Þetta svo hræðilegt og þetta sýnir líka að það er andlit á bak hvert dauðsfall. Þetta er einstaklingur sem á fjölskyldu og vini sem sitja eftir í sárum og við verðum að muna það að eitt dauðsfall er rosalega mikið. Það er rosalega mikið að missa einn einstakling. Og við eins og við missum Einar okkar, við sitjum eftir að hann verður aldrei hjá okkur á jólunum eða afmælum og lífið okkar er bara breytt til framtíðar og líka fjölskyldu og vinir þessara einstaklingar sem sýna þarna á myndbandinu. Samt þetta bara brota þeim sem hafa látist. Vegna þessa. Anna-Rún og Andrea Ýr sitja hérna áfram hjá mér. Við skulum sjá þetta myndband og svo komum við aftur. Wanna leave my footprint on the sands of time. Know there was something that I left behind. When I leave this world, I leave no regrets. Leave something to remember, so they won't forget I was here. I lived and I loved, I was here. I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave by my soul, everyone will know I was here. I wanna say I lived each day until I die. I know that I meant something in somebody's life. The hearts I have touched will be proof that I leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived, I loved, I was here. I did
Það einmitt það, þarna sáuð þið nýjasta myndbandið sem minningarsjóður Einars Darra hefur sett saman, það að segja hans fjölskylda sem stendur að baki þessum sjóði. Þið ætlið að halda áfram? Já, heldur betur. Og eru þið byrjaðar að, kannski, eða þið byrjuð að undirbúa þennan þjóðfund? Já, svona, þetta er allt svona á byrjunarstigi, en það er allt að gerast. Og við vonum að þetta geti komið í framkvæmd og við vonum að við getum haldið áfram að fara í framhaldsskólana, vera með kynningar og segja okkar sögu. En finnst ykkur krakkarnir taka þessu nógu alvarlega? Þegar maður þú veist, í menntaskóla til dæmis, maður bara ódauðlegur. Þannig finnst náttúrulega bara ekkert lífi á mann. Maður sér það alveg þegar við förum í menntaskólana. Það oft talað að það sé svolítið erfiður staður til þess að ná til krakka. En maður heyrir bara frá bæði nemendum, þau koma grátandi til okkar og segja bara, vá, ég vissi þetta ekki, takk fyrir að segja þetta. Kennararnir segja að það er aldrei eins mikil þögn áður. Þau vilja hlusta, þau vilja læra. Hvað er það sem þeir grípa helst, krakkarnir, sem þið eruð að segja? Kannski er það bara að þetta er saga sem við lendum í og þau vilja heyra, þau vilja, þetta er svo hræðilegt að vill enginn lendi í þessu. Og bara, já, ég veit ekki hvað það er. Við vorum sjálfur rosa hissa þegar við fórum fyrst þarna og fólk vildi virkilega hlusta á okkur. Við erum bara lítið fjölskylda á sveitinni sem gerir minningarsjóð og allir eru bara svo tilbúinir að hjálpa okkur. En hvað er það sem slær krakkana helst? Ég hugsa að þetta sé bara að þetta gæti alveg verið hver sem er af þeim. Þetta fer ekkert í manngreiningarálit og þetta er svo búið að normalisera þetta og það er svo hræðilegt að það skiptir ekki máli hvaða unga krakka þú talar við. Það virðast allir þekkja eitthvað eða ef hann hefur ekki sjálfur prófað eitthvað þessu. Því að Einar Darri náttúrulega, þetta er ekki bara hugmyndur þennan sem þú veist, lítur út eins og, ég veit ekki, beinagrinda og þú veist, bara eins og fíkillinn, þessi ímynda fíklinum. Hann náttúrulega var bara þessi venjulegi strákur. Já, þetta er bara þessi. Þið vissuð ekki neitt? Það er engin ímynd lengur. Það getur hver sem verið að gera þetta. Við sjáum þetta ekki á. Nei. Þið sáu ekkert á Einari? Nei, þetta komið svo þrumur heiskil lofti fyrir okkur og við skildum ekkert fyrir hann við fórum að fara í gegnum símann og tala við krakkan í kringum hann og þá sáum við náttúrulega að þetta er ekkert bundið við hann, þetta er bara risa stórt vandamál sem þarf að takast á við. Og við vildum bara nánast öskra þetta bara upp á húsþaki, og manni langar ekkert að standa fyrir framann fullt af fólki sem maður er ná í sorg og þetta er erfitt, en ef þetta nær að bjarga einum, þá er þetta allt þess virði. Þeir eru að gera góða hluti, já, og ég ætla að minnast á það að í myndbandinu hljómaði lagið I Was Here í flutningi Maríu Agnesardóttur og undirspil og upptöku annaðist Vignir Snær Vigfússon halda því til haga. En við bara býðum til þjóðfundinum og ótrúlegt framtak og gangi ykkur rosalega vel áfram. Takk fyrir það. Höldum áfram til smástund. Fiskivika, bleikja og lax 1990 og allur hvítur fiskur og fiskréttir 1590. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Lyfjaver býður upp á hagstæð verð af lyfjum og öðrum vörum ásamt úrvalsþjónustu. Kíktu í Lyfjaver og lækkaðu lyfjakostnaðinn. Nano Keramik húðun, eina sanna vörnin fyrir bílinn þinn. Kringlubón, Kringlunni. Ert þú í söluhugleiðingum? Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig. Sigrún Mattea, sími 695 3502. 12 og Elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 12.is. Þá ætlum við að halla okkur í menninguna. Hann er sestur hjá mér, Logi Sigursveinsson, kvikmyndagerðarmaður sem var að vinna fyrstu verðlaun í keppni stuttmyndir á Northern Wave, kvikmyndahátíðinni á Rifi sem lauk nú fyrir nokkrum dögum. Til hamingju með það. Takk fyrir. Þú ert útskrifaður úr Kvikmyndaskóla Íslands, hefur gert nokkrar stuttmyndir. Já. Hvað er það í þessari stuttmynd sem heitir Bjarnar Blues sem gerir það verkum að þú kemst á toppinn? Já, ég ætla að segja ekki bara umfjöllunarefni, það er náttúrulega mjög spes mynd. Já. Það er ekkert rosalega hefðbundin. Og kom hugmyndin að heiminum á hana? Ég manni varla hvaðan þessi hugmynd kom, sko. Það er bara
Ég sá ekkert vídeo mann sem var að útskýra hvað maður á að gera þegar maður brotlendir úr fallhlífastöng. Og það var talað að mætti að lenda í einhverjum skógi. Þannig að ég hugsaði bara, ok, hvað gerist eftir það? Þegar hann lendur, hvað gerist þá? Og þaðan kom þessi hugmynd. Við viljum að sýna þessa mynd hérna eftir augnablik, 11 mínútna löng eða svo. Þú tókst hana hérna á Íslandi. Jú, mikið rétt. Og var ekkert vankvæða bundið að taka mynd með þessum hætti? Jú, það er náttúrulega, hún gerist öll í skógi, þannig að það var ekki auðvelt að skreppa bara á klósetti eða í rammagn, þannig að það þurftum að gera ráð fyrir því. Og hvað er skemmtilegast við svona vinnu? Þetta er náttúrulega bara rosalega mikið samstarf og bara vinna með skemmtilegu fólki og bara fólk sem hefur gaman að gera það. Og að skapa? Já, algjörlega. Það er nautnin í lífinu? Algjörlega. Kíkjum aðeins á þessa mynd. Bjarnar Blues, til hamingju með verðlaunin. Fyrsta sæti á Northern Wave hátíðinni á Rifi. Gjörið svo vel, við ætlum að skoða sigur myndina. Halló? Halló, er einhver hérna? Já, býta þess. Eru koma? Ég er hérna! Já, ég sagði býtu. Það er fyrir mig að ferðast hann Ég er með svo stutar hendur. Eins og þessi mjúkur Hvað þú að gera hérna? Hvað ég að gera hérna? Wow, er þetta ekki vont? Hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Ég er ekki með blóð. Eða bein. Veitir endur ekki hvað ég er með? Kannski bómull. Veitu, hvernig getur þú talað? Úff, bara ég sé það, maður. Töfra skóarins eða eitthvað kæft það. Hjálp! Þetta þýðir ekkert, maður. Það kemur enginn ykkar. Hvar er ég? Ég veit það ekki. Þú þarf að vita. Þú skildi mig eftir hérna. Ha? Ertu ekki að grínast? Manstu ekki eftir mér? Nei, býta á ég að gera það? Nú meiri fá þess ekki. Skilum eftir hérna og gleymum þessu bara. Stíki, þetta er ekki gott að tala um. Ég heiti Siggi. Ég er á góðu fyrir Hnoðra til að koma og sækja hann. Ég er fullur af skít. Hnoðri? Já. Býta, ég hef ekki séð það síðan. Síðan þú skildi mig eftir hérna. Ég skildi ekkert eftir, ég týndi þér. Nei, þú gleymdi mér. Ég var 7 ára gamall. Já, og hvað með það? Ég var líka 7 ára. Hvernig það segja fyrir 7 ára báns að vera skilin svona eftir? Þú er búin að dúsa hérna í 20 ár. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu? Það þarf að vera en fyrirgefðu. Hvað viltu að ég gera? Ég er að blæða út hérna. Ég vil þú taka mig með þér. Ha? Það var ekki meina að hendi mér ykkur geymslu þegar þú kom heim. Þú veist, ég er ekkert að komast heim um ég fá ykkur að hjálp. Þetta er frekar slemt. Er ekki að stoppa blæðingu það? Nei, það er bara eitthvað til að binda fótinn. Herru, ég er með hugmynd.
Hvað ertu að gera? Það er ekki að nota þetta eitthvað. Ógeðslega ruslapoka. Hvað? Ég er bara hann að hjálpa þér. Er ekkert í þessu það? Új, maður. Svo, bleia. Getur staðið upp? Já, rétt svo. Rættar hérna út, eða? Já, besta leiðin er hérna í gegn. Hún er ekki styst, en hún er auðveldust. Ok, þú vísa veginn. Eins og vindurinn. Og svo stökk ég á hann. Þá sá ég þetta var bara járnsmiður. Hvað, ertu bara búin að eldast við ykkur að pöddur allan tíma? Nei, það er mikið að gera. Ég hitti einu sinni hrafn. Hver er hrafn? Nei, þú veist, fuglinn, hrafn. Kallaði hann alltaf Gumma Krumma. Hann varst það ekkert snið. Og hvað, varst þú þessi Gummi Krummi vinir, eða? Nei, eða ekki. Hann skeit alltaf sem ég svaf. Af hverju? Nei, ég myndi bara fugl. Það er ekki rökupakka sem hann gerir. Það er lagi? Já. Við finnum aðra á leiðinni. Já. En hvað með þig? Hvað ert þú búinn að vera að gera? Þú búinn með grunnskólann? Já, kláraði hann nú fyrir 10 árum síðan. Já, ok. Vel gert. Svo fór ég náttúrulega að klára í stúdentinn og fór í háskólann að læra geislafræði. Það enda hætti ég fljótlega. Nú okkur, hvað er ekki gaman að leika með geisla? Nei, þetta er nú ekki þannig, sko. Þetta er bara leiðileg læknisfræði. Ég vissi bara að þetta væri vel borgað. Já, hvað ertu að gera núna? Ég er að læra lögfræði. Hvað er þetta hér eða hvað? Nei, þetta er hendi vinstri. Það er ekki alltaf lagi. Getið ekki. Hvað er það? Bara smáþur. Ég veit ekki svona hvað platum að í þetta falli og stakk. Bara það til hinni strákunum fóru þá ætti ég endilega að fara líka. Make sense. Ha? Nei, ég meina, ef það hefur staðið á þínu fyrir 20 árum. Það er þetta alltaf snúast þig, eða? Nei, ég meint það ekki þannig. Hei, hvað er að fara? Það á ég að greina það. Nei, Siggi, það er í þess átt. Siggi, ekki. Þú tór vits átt. Hvað erum við að gera hérna? Ég sagði þér það, þú fórst í vits átt. Fórum í þessa átt, vorum að koma þaðan, við erum bara búin að fara í hring. Já, ok. Það er skyldið. Hvað er í gangi? Hvað meinar þér? Ratar ekki hérna út? Jú. Greinilega ekki. Jú, víst. Jú, akkur er þá aftur komin hingað? Því ég vildi ekki myndi fara. Ég ætlaði að taka þig með. Ég get ekki farið. Hvað meinarðu? Ég get ekki lifað utan skógarins. Ég breytist aftur í leikfakabansa ef ég stíði út fyrir hann. Hvernig veistu? Ég prófaði eins og ég stakk hendin út fyrir og var lamaður inn í heilan dag. Og hvað ætlaði bara að halda mig hér? Nei, ég held ég getum orðið vinur aftur. Hvers konar geðsjúklingur ertu? Siggi. Þú getur ekki ætlast til í búi hérna með brotinn fót. Ég bjóðst alveg að hjálpa þér. Já, hvað kom út úr því? Herðu, það er ekki mér að kenna og þú getur ekki tekið þennan eigin ákvarðanir. Veistu það er bara mjög gott að þú getur ekki komið með. Ég hef hendið beint í ruslið. Þú verður ekkert nema gagnslaus bangsi sem ég fekk frá einhverjum frænda sem ég þekki ekki einu sinni. Siggi! Hjálp! Siggi! Þorri!
Það er allt í lagi. Það er allt í lagi. Ég ætla að fara að koma mér. Ætli ykkur með krummi sér ekki fyrir að hafa ágjör. Hlöðri. Ég var ekki að meina það því ég sagðist ætla að henda þér. Mér þykir vænt um þig. Má ég þá koma með? Ertu viss? Hvað með... Já, það skiptir engu. Ég er búin að lifa nóg. Ha, byrju. What? Hvað er í gangi? Ég held að... Yes! Þakka fyrir þetta, Logi. Þessi mynd getur farið víða. Jú. Stuttmyndir eru vinsælar. Jú, það eru það. Margar hátíðir sem að sýna stuttmyndir. Aha. Og margar kvikmyndahátíðir víðum heim sem einblína á myndir af þessu tagi. Já. Gangi þér sem allra best. Takk fyrir. Þættinum er hins vegar að ljúka. Fréttaþátturinn 21 verður hér aftur á dagskrá á miðvikudagskvöld, annað kvöld. Þá ætlar Þórður Snær Júlíusson að koma hingað til okkar að ræða við Ásmund Einar Daðason, félagsmálaráðherra og sitthvað fleira verður að sjálfsögðu í þættinum. Endilega komið með góðar ábendingar það sem betur má fara í honum og hugmyndir að viðmælendum eru að sjálfsögðu vel þegnar. Við viljum gera sjónvarp fyrir ykkur áhorfendur góðir, en segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.